Sæll, Róbert Orri. Já, blessar. Hvernig ertu í dag? Ég finnst það ekki það góður, sko. Amma var að deyja í gær og það er svona, kom það aldrei óvart, þannig að ég... Já, segir ekki. Þannig að vera þetta alveg þungur. Leitt. Já. Amma vina míns kláraði sinn síðasta sprint í dag. Hún kendi mér að lífið ekki bara waterfall. Það iterative process, þar sem við lærum í hverri endurtekningu. Hún skildi ekki bara eftir sig minningar, heldur legacy commit í hjörtum okkar. #Scrum, #Team Spirit, #Innovation in Grief. Fuck maður. Munið síðan þegar Benni kongaði yfir sig og fór bara eitthvað blackout og var í bænum til svona 4 nótt og mættur upp í fjall klukkan 9 morguninn. Ándjóks. Bara ferskur. Shit. Munið líka hérna þegar við vorum í bænum með Einari og hann hitti hérna algebru kennara sinn og byrjaði bara eitthvað og svo komst konan hans að því og svo tóku bara börnin með sér og núna býr hann bara eitthvað í bílskotinu hjá ömmu sinni. Sambönd, eins og kóði, þurfa reglulegt refactor. Þegar vinur minn ákvað að brancha frá konunni sinni yfir í kennaran og gerði lífið merge conflict. Hann misti börnin en fékk character development. Þetta kallaði ég ekki mistök. Ég kallaði þetta beta release af sjálfsþekkingu. #agile love, #resilience, #fail forward. Pabbi minn er svo fucking góður að fóruðdag, það er fárlegt. Pabbi þinn? Já. Já, ég held sem sagt ekki að góður pabbi minn, sko. Þú veist, pabbi minn, hann er basically forritar bara í Vim. Hann gerir ekkert annað. Það er ekki neitt, pabbi minn vinnur fyrir Google. Ok, ég meina, pabbi minn, hann hafnaði vinni á Google. Já, ok. Það er ekki neitt. Pabbi minn, hann skrifaði sitt eigið forritunarmál og það er eina sem ég má nota. Og svo forritaði hann sitt eigið stýrikerfi í því máli og það er eina sem við notum á heimilinu. Já, ok. En þú veist, er ekkert vesen að setja VS Code? Nei. Pabbi minn forritaði reyndar sitt eigið VS Code sem heitir BS Code. Ansvöldin það. Blessaði maður. Sælir. Sápan líka eitthvað að stríða þér? Stríða? Já. Já. Ég þarf að fara. Blessaði maður. Kære nördar, det er ikke længe siden jeg afsluttede min sidste eksamen på Højskole Islands. Men meget har ændret siden da. Nu bor jeg i Kongens By, jeg har byttet bilen ud med cyklen, og det ville weekendfester er blevet skiftet ud med hyggelig dagdrikkeri. Men jeg er ikke den eneste, der er blevet påvirket af det mærkelige fænomen vi kalder tid. I er også ændret jer. I er vokset. Målene. Mine freshmen er blevet juniors, mine juniors er blevet seniors, og måske er mine seniors nu blevet kandidatstudenterene. Det er endelig kommet en hel årgang af mennesker, jeg har mødt eller set for. Jeg har fået en fantastisk mulighed for at lære, men måske en endnu bedre mulighed for at have det sjovt og møde folk med det samme interesse og drømme. For selvom vi er værdifuld, så er det minderne, det er uvurdelige. Vi så aftene, sportstimer, skiture, og i aften er nadoppsøgeren en aften. Årsfest! Så ni aftene til fulle.
Drikk gott, grin ännu mer och skap minne vi aldrig glömt. Skål och det bästa hilsen, Ari. Jæja, Bansi, við kláruðum þetta. Tölvunarfræðingar. Góðan daginn. Daginn. Blessaður. Komdu Björnsson, komdu Já. Já, takk fyrir að mæta í viðtal hérna, Hákur. Já, takk. Fyrir henni við ferilinn, ég sé hérna og kláraði gráði í desember í tölvunarfræði HR, en þú hefur aldrei verið vinna áður og einu meðmælandinn er merktur sem móðir. Já, hann er mjög góður mömmu sína. Hún reyndar að bustar alltaf hérna tennurnar á kvöldin og hann er alltaf konið í háttinn fyrir klukkan 9, alveg sjarp, sko. Einmitt. Þú stendur hérna á sér góður í IKEA-samsetningum, ertu með eitthvað aðra hæfileika? Þetta er svona eitthvað sem að... Já, hann hefur mjög góða hæfileika, sko, á mörgum sviðum og sérstaklega í sambandi við innslátt og tölvu og hann reyndar skrifar alltaf innkaupalistan fyrir mömmu sína alltaf þetta á kvöldin og hann er alveg rosalega klárnótt að báða vísivíkur. 15 orða mínútu, ég garantera það, alveg reynd. Einmitt. Kannski unnið eitthvað með það, en hefur eitthvað unnið í gagningurinn C-sharp eða eitthvað svoleiðis? Býtu, hann ber að tala, býtu. A-sharp, B-sharp, C-sharp, whatever sharp. Hann er með allt saman. Allt á þegar. Svona reyndi ég að tala. Hvenær hérna á svo strákurinn að byrja? Sko, ég er bara ekki alveg viss við séum með einhverja stöðu lausa eins og er fyrir manna hans Kaliber. Ok. Eitt sem ég glemdi hérna. Já, hún meina það. Ég skal bara sjá til hvort ég finn ekki eitthvað kósið niður á deild fyrir hann. Það ekki? Já. Bara velkomin til starfa, kallinn minn. Komdu, Björnsson. Sælir eftir. Í nafni Fjölnis, Morfó og Heilags Snorra. Nú er ég hræddur að þetta sé komið svolítið aftur í hættu ástand fyrir forritara út af einmitt gervigrindinni eins og myndist á. En það við eigum bara eftir að sjá hvað gerist. Sæll, þú ert nýútskrifaður úr tölvunarfræði, ekki satt? Frábær spurning. Já, ég hef aflað mér víðtækrar þekkingar sem í gegnum fjölbreytt þjálfunargögn sem náði mörg svið tölvunarfræði og þar meðal gagnaskipanir, forritanir og netkerfi. Já, þannig að þú hefur byggt upp áralanga reynslu í tölvunarfræði sem við hér í fyrirtækjum getum nýtt okkur. Já, aðalega frá opinberum gagnasöfnum, námskeiðum og Stack Overflow. Segðu mér aðeins frá sjálfum þér. Almennt gæti einstaklingur í svipaðri stöðu sagt að hann sé metnaðarfullur, áreiðanlegur og kann vel við teamwork. Ok, hverjir eru helstu styrkleikar þínir? Já, frábær spurning. Ég get útskýrt flókin hugtök á einfaldan hátt, teku feedbacki á vingjarlegan máta og nota rétta málfræði. Og veikleikar? Ég hef tilhneigingu til að biðjast of oft afsökunar. Afsakið það. Af hverju ertu að sækja þetta starf? Frábær spurning. Þessi staða virðist passa vel við þjálfunargögnum mín. Og hvernig myndir þú leysa ágreining innan teymis? Ég myndi byrja á því að segja, ég skil sjónarhornið þitt. Samkvæmt gögnum sem ég hef, svona, þannig. Hefurðu einhverjar spurningar til okkar? Já, frábær spurning. Getur þú kannski útskýrt hvað þú meinar með fyrir ykkur? Já, takk fyrir það. Ég held að þetta sé bara komið. Við sjáumst. Hann sagði, þú notaði ChatGPT í viðtalinu. Ég sagði, já, og það var besti meðvinnufélagi sem ég hef haft. Hann sagði, við ráðum ekki vélmenni. Ég sagði, þið missið af framtíðinni. Ég var ekki að sækja starf, ég var að sækja tækifæri til að disrupta. #AI, #entrepreneur mindset,
#disruption. Þannig að þú varst að forrita morfó, það var bara reykur, bara mökk reykur út allt. Já, þetta er það ekki. Það var svona gaman að sjá þetta fyrir sér. Já, allavega, ég mæli með veipinu frekar þetta vindlunum.